Af þeim 12 verkefnum sem falda afli hefur unnið að undanfarna mánuði eru 2 þeirra afgreidd. Breytta reglur skattlagningu arðs og lögfesting fleiri gjalddaga virðisaukaskatts í tolli. Mörg mál eru komin í umræðuna en enn eru nokkur mál sem hafa ekkert komist áfram. Félag atvinnurekenda hélt fund í dag þar sem þessi mál voru rædd og farið var yfir reynslusögur fyrirtækja. Auðvitað eru stór atriði sem við teljum að þurfa að nýta vorið vel í og það má til dæmis nefna það að innflutningsmálin, þar að segja vörugjöld, virðisaukaskattur, tollamál, þetta er risastórt mál sem við finnum mikinn meðbyr fyrir. Heyrum að Bjarni Benediktsson hefur áform þar að breyta og við bara hvetjum hann til þess að vinna hratt, þannig að við getum séð í vor svona einhverja punta þar sem við sjáum allavega betur hvert skal halda. En hvaða mál finnst þið vera svona brýnust núna á næstu mánuði? Ég verð að nefna aftur aðflutningsgjöldin, tolla og vörugjöld og annað þess háttar, en svo eru líka mál sem varða kannski mál sem ekki bara á borði stjórnvalda. Við getum nefnt kennitöluflakk sem eru auðvitað líka verkefni viðskiptalífs, að stjórnendur fyrirtækja, eigendur þurfa auðvitað að velta því fyrir sér hvort að menn séu mögulega í einhverju tilvikum að styðja við hegðun sem við viljum samt ekki líða. Það er mjög mikilvægt og svo verði líka að nefna sem gamall fjármálamaður að það eru ákveðni punktar í kringum fjármögnun fyrirtækja sem þarf að skoða sérstaklega. Bæði sem sagt aðgengi að lánsfé og eigið fé fyrir svona bara venjuleg fyrirtæki. Þá er ég ekkert endilega að tala um nýsköpunarfyrirtæki sem allir hafa áhuga á að geti fjármagna sig og er vissulega mikilvægt. En það er líka mikilvægt að venjuleg fyrirtæki hafi aðgang að lánsfé og eigið fé og við höfum líka í faldaaflinu bent á að skattalegi hvatar geta hjálpað þarna til og sem betur fyrir umræðu þetta en við vonum að hún leiði þá til niðurstöðu og aðgerða.